sæl og velkomin í Silfrið. Við ætlum að byrja á vettvangi dagsins og svo eftir kemur til mín Hafsteinn Þór Hauksson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Hann ætlar að ræða dómstóla samfélagsmiðla. Síðan kemur Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs og hún ætlar að fara aðeins yfir stjórnmálastöðuna. Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, ætlar að koma síðan og ræða tíðindi dagsins að ríkisstjórnin hefur boðið til blaðamannafundar. Það sem að búist við því að gjaldeyrishöftunum verði endanlega aflétt. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Það eru komið til mín Þorleifur Arnarsson, leikstjóri, Hulda Þórisdóttir, doktor við sálfræði og kennari við Háskóla Íslands, Árni Helgason, lögmaður og Katrín Oddsdóttir, lögmaður og mannréttindalögfræðingur. Velkomin. Takk. Við ætlum að færa okkur svona aðeins í þessari viku úr svona þessu daglega dægurþrasi stjórnmálana og skoða svona aðeins stærri myndina. Þið eruð öll miklir áhugamennum samfélagsmál og samfélagsgerðina hérna og látið hana varða í störfum ykkar. Þið er líka sameiginlegt að vera svona að þessari kynslóð sem bara í þessum töluðu að taka við landinu, ekki kynslóðin sem mun erfa landið, hún situr föst heima hjá foreldrum sínum en þá og við tölum vonandi við hana síðar. Nú hefur ný ríkisstjórn tekið hérna við og við setið í 2 mánuði og sumir segja að þetta geta verið einhver frjálslyndasta stjórn sem að sést hefur hérna og það eru ekki eins bjartsýnir. Við erum að horfa upp á sögulegan hagvöxt, allir hagvísar vísa upp á við og svo voru náttúrulega þessar fréttir að berast að nú aflétta höftunum. Þorleifur, hvernig líst þér bara svona á stóru myndina, á stjórnmálaástandið hérna? Ég held að maður verði samt eiginlega að skoða annars vegar Ísland og hins vegar á heimsvísu og þótt að margt líti mjög vel út á Íslandi akkurat núna, þá eru gríðarlega alvarlegir blikur á lofti í alþjóðamálum og stundum líður mér eins og Íslandi þá tökum við of lítið mið af því sem að gerast annars staðar. Við leiðum svona við sloppið fyrir hot þegar að svona útlendinga hatandi flokkur fékk 2%, tala frjálslyndustu ríkisstjórnina sem þýðir náttúrulega samt kapitalískasta ríkisstjórn sem við höfum haft og hérna við erum að byrja alvarlega á heimsvísu að súpa seyði af misskiptingu auðs. Að maður hlýtur að geta spurt sig þegar ég alast upp þá er þetta haft heilbrigðiskerfi, menntakerfi, menningarkerfi, samgöngukerfi. Núna 30 árum setna erum við miklu ríkari en nokkur tíman í sögunni og það er ekki til peningur til að gera þessa hluti. Og það maður þarf ekki að fara í mjög grundiga rannsókn til að komast að því að breytingin liggur einfaldlega í því að það er búið að draga svo mikið úr skattlagningu, sérstaklega á efstu hópa samfélagsins, bæði hérlendis en ekkert síður í alþjóðlegu samhengi, að það er bara mjög stór hluti kökunnar sem ekki lengur skipt aftur. Og þetta er ekki lengur, það er búið að búa til eitthvað svona ljótt orður og skattar að vera að taka þetta af okkur, en þetta eru þjónustugjöld. Og það er búið að draga svo úr þessum þjónustugjöldum og það er ekki hægt að halda upp í það. Já, og ég meina, Mikael Torfason með þáttum fátækt í gær. Það er verið að tala við kennara með 2 börn, einstæða móður með 2 börn sem algjörlega við fátækramörk. Hún er við fátækramörk við það að kenna í grunnskóla, aukavinna helgar og vinnur í öllum fríum. Hversu lengi heldur þetta fólk úti áður en það byrjar að leita að einföldum lausnum? Það sé hægt að ljúga þessu fólki, að sé hægt að þessu útlendingarnir, eða konurnar, eða feministarnir, eða hinir. Og það er þetta sem að gerast annars staðar í heiminum. Og við erum að sigla inn í mjög svipað. Skattlagning á efstu hluta samfélagsins sem meira og minna borgar bara fjármagnstekjur eru helmingur af því sem venjulegt fólk borgar. Og þetta gengur ekki upp. Katrín, tekur undir þetta? Já, ég fór að hugsa þegar þú varst að tala Þorleifur setningu sem kona sagði við mig daginn. Hún sagði, hvernig má það vera að það sé miklu, miklu hærri skattur á vinnu handaðina heldur en einhverju peninga inn í banka. Þú veist, þetta er mjög skrítið. Við erum alveg svo vön þessu kerfi að við spyrjum kannski aldrei þessari stóru spurninga af hverju þetta svona, heldur erum við svona að tweaka einhverju prósentu til og frá, þú veist. En kannski er þetta sem að Þorleifur er að segja nákvæmlega málið, að súma þess út og skoða býtu heildamyndinni þessi. Það eru einhver, þú veist,
8 manns, sagðir mér áðan, Þorleifur, sem eiga, 50% af öllum eignum heims eða eitthvað, þetta bara kom út eitthvað svona absúrt. Þetta eru ofnast einfalda tölur. 2010 eiga 388 ríkustu manneskjur í heiminum helming, 2016 þær 8. 1979 eiga 20%, á topp 1%, 20%, 2016 eiga þau 52% af öllum eignum heimsins. 20%, 1% á 52%. 14% þar á eftir eiga 44%. En þetta náttúrulega ekki svona slæmt hérna á Íslandi. Nei, þetta ekki svona slæmt hérna á Íslandi, en það við ekki komið með hálf fasíska stjórnarhætti. En Austur-Evrópa meira og minna komin undir neofasista. Við erum að horfa bara á Marine Le Pen. Brexit að leiðin í mjög ísólerandi stefnu. Þau tala nú ekki það sem að gerast í Bandaríkjunum, þar sem að ný gerð af rasisma í rauninni bara að brjótast leið til efstu stiga samfélagsins. Ég sannarlega sammála því að vaxandi misskipting auðs vandamál og það bara rannsóknir mínum fræðum, sálfræðinni sýna bara hvað það slæmt á öllum stigum. En ég ekki fer kannski ekki alveg eins langt og þú í dystopísku hugsuninni að þú veist, jú, misskipting auðs aukist gríðarlega og ekki hvað síst hjá þessu allra surrealist ríka 1%. En við vitum líka að fólk, flestir hafa það betur heldur en þeir hafa haft á nokkru sinni áður. Það má ekki gleyma því heldur og þú veist, við höfum kannski með eitthvað svona rómantískar hugmyndir áður fyrir við náða fjármagna öll okkar kerfi. Kerfin voru þetta miklu ódýrari í rekstur og miklu einfaldari og ég meina heilbrigðiskerfi, reka heilbrigðiskerfi í dag og reka heilbrigðiskerfi fyrir 50 árum síðan, það eru ekki líku saman að jafna í kostnaði. En það sem líka athyglisvert og nú eru þetta félagsvísinda fólk á fulla að reyna að greina hvað í gangi, hvað í gangi í Bretlandi, hvað í gangi í Frakklandi og svo ég tala nú ekki Bandaríkin og þetta, getum við rakið þetta til efnahagslegra misskiptingar, liggur þetta í því eða virðist þetta liggja í einhverju öðru og að sjálfsögðu ekkert loka svar komið og sitt sýnist hverjum en það minnst að kosti mjög sterkar vísbendingar það að það sé ekki síður óttinn við breytta samfélagsgerð, óttinn við fjölbreytnina og tala að hvíta forréttindastéttin, karlar og konur sem að styðja þá eru þeirra að það þessi ógn við að nú eru minnihlutahóparnir að taka yfir. Við erum ekki lengur þessi forréttindastétt og greiningar bara öflugust fremstu fræðimann á þessu sviði ekki hvað síður að benda til þess að það sé ekki raunveruleg ógn við afkomu, heldur þetta sé þessi svona identity stjórnmál sem að ráða ekki hvað minnst það þó að ég ætla ekki að gera lítið úr því að efnahagsleg misskipting meinsemd. Það var náttúrulega hvítt fólk í Bandaríkjunum sem var svikið af núverandi stefnu, þenni globaliseraði kapitalísku stefnu sem kom Trump í Hvíta húsið. Já, en það var ekki endilega fólk með lægri tekjur. Jú, þetta meira. Í röstbeltið í Bandaríkjunum hefur mist 7 milljón störf undanfarna 20 árum og 7 milljón hafa farið út fyrir góð millistillistörf, sérstaklega störf unnið með líkamannum yfir í það að vera störf sem að eru láglauna þjónustustörf. Þetta fólkið sem gerði útslagið. Og þessi þróun mun alltaf bara halda áfram ákveðinni meiri tekni. En það var mun meiri tengsl við menntun heldur en tekjur, til dæmis, í að kjósa Trump. Þannig að, já. Árni, getur þú tekið undir þetta? Hefur áhyggjur af því að þetta muni, þessi þróun sem við séð erlendis muni koma hingað? Já, ég get tekið undir náttúrulega því sem hefur verið sagt og kannski sérstaklega með Huldu, við verðum að horfa til þess að það er náttúrulega aldrei jafn margir haft það jafn gott og núna, en að samaskap eru þetta kröfurnar að aukast. Við gerum aðra kröfur til velferðarkerfisins og heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins, heldur en menn kannski gerðu hér áður fyrir. En það sem ég finnst aðeins varandi þessa umræðu skatta og misskiptingu og uppbyggingu í velferðarkerfinu og svona, held ég við verðum samt að horfa svolítið til þess sem að fara að gerast heima. Og allavega með það sem ríkisstjórnin hefur sagt. Og það það að það sem kannski kom út úr þessum kosningum, þessum mörguleiti sérkilinu kosningu sem var í fyrra, voru alls konar misvísandi skilaboð, en það er kannski einn svona þráður sem var að fara í mikla uppbyggingu á Íslandi. Og við erum í einstakri stöðu til þess. Við erum að gera mjög stóra samninga við þessa frægu kröfuhafa, erlendu
erlendu kröfuhafana sem voru kröfuhafar á föllnu bankana sem gefur ríkissjóði gríðarlega mikla peninga. Og það sem mér hefur fundist svolítið athyglisvert það að það komið dálítið mikið svona samstæð það að við ætlum að nota þetta í uppbyggingu. Við ætlum ekki að nota þetta í neitt annað, við ætlum að reyna að byggja upp veginn okkar, við ætlum að byggja upp heilbrigðiskerfið okkar, menntakerfið okkar og velferðarkerfið og að Ísland verði svona, þetta verði almennilegt. Og það það sem að ég held að... En heldur að fólk hafi raunverulega að trúa því að það sé að fara að gerast? Ég meina það strax farið að tala uppbyggingu á vegakerfinu í gegnum vegatolla og það eru þá einkarekið. Samneyslan fer þá augljóslega ekki í það. Já, ég held, það þetta góð spurning. Ég held að fólk hafi þessar væntingar núna. Þetta var svona svolítið það sem kom út úr þessum kosningum. Og ég held að ríkisstjórnin þurfi þetta svolítið að skila árangur í þessu. Og það er kannski ekki hægt að segja til hvort það gerist í þessum mánuði eða næsta eða svoleiðis, en ég held að svona ef að þeirra líður á kjörtímabilið, þá vil ég fólk náttúrulega fara að sjá að það sé orðin veruleg breyting á þessu. En þetta náttúrulega, segjum sem svo að það veri staðið við þetta og hér verði lagt vel í innviði og svona, það breytir því samt sem aður ekki eins og Þorleifur var að nefna, þú veist, hér er fólk sem að verður sannarlega eftir. Og það er erfitt að lifa á bara einmitt kennaralaunum sem er bara óásættanlegt. Þarf ekki að gera eitthvað í þessu og nú náttúrulega það hefur verið töluvert launaskrið, kaupmáttur hefur aukist. Hvernig lögum við þetta? Ég held að vandamál sé bara það að þetta kerfi er mjög ónýtt sem við búum við og ég held að fleiri og fleiri af okkur mannkyni sé átta sig á því. Finnur ykkur ónóta tilfinningu það að allt þetta sem okkur er sagt að trúa gangi upp og svo lögum við aðeins veginn og heilbrigðiskerfið og þá verður þetta fínt, að það sé bara ekki þannig. Út af því að ég held að það sem við erum að gera, við viljum vinna með mjög gamalt lýðræðislegt kerfi sem er í grunninn alveg ótrúlega fallegt. Það er að segja að við veljum einhverja aðra til þess að taka sér ákvarðanir fyrir okkur og við treystum þeim. Málið er bara við treystum þeim ekki lengur. Og það er svo slæmt. Það er traust brestur á milli sem því það fyrir rosalega mikill tími og orka í að rífast og reyna að sanna sig og í raun og veru eru svona þessi siðferðilega hvernig háttsemin til þess að þingi er einkennileg. Ég held að flestir sem þar hafi bara ágætis siðferðiskennd og svo koma þær í pont og byrja bara að monta sig eins og einhverju svona mjög prímatífir abbar og síðan að dissa hinn alveg massíft bara eins og svona með einhverju einheltisseggir og þetta er ekki fallegt og þetta er ekki það sem fólk vil horfa upp á. Og þetta er ekki raunverulegu störfin þegar fólk er ekki mynd. Og þetta þess vegna líka held ég að þetta traust halda frá að minnka en ástæðan fyrir því að það minnkar er ekki síðan svo að þetta kerfi er að ákveðnu leyti svolítið úrelt. Við þurfum að hafa miklu betri tæki til þess að kalla valdið tilbaka þegar það eru ákvarðanir sem við getum tekið betur sem upplýst heild heldur en einhverjir örfáir. Eins og hvað? Eins og til dæmis skil ég ekki eitt dæmi bara, þú veist, akkur er nýja stjórnarskráin ekki komin í gang. Ég veit að það er meirihluti fyrir að ná þingi og ég veit líka að það er þú veist, að því að þessi 5 flokkar sem reyndu að ná saman voru orðnir sammála einhverja leið til að fara með hana. Þeir eru ennþá fleiri og það er þingræði í landinu, minnst nafninu til, en þetta er ekki einu svona á umræðinni. Samt er þetta eitthvað svona sem að eiginlega fallegasta sem við höfum gert sem þjóð í einhverju nýsköpun varðandi lagasetningu og lýðræðistilburði. Ég held að við höfum aldrei gert neitt jafn sérstakt og þetta ferli sem þar er til grundvallar. En annað er líka þetta, til dæmis, áfengisfrumvarpið. Hver er réttu penn sem er ekki koma ógeð á þessari umræðu, skilur? Það var allir með ykkur á skoðun. Þetta er svo fucking leiðilegt. Og síðan er bara hægt að segja, heyrðu, veljið þið þetta? Akkur er það ekki bara gert? Í staðinn það sem mun gerast það kom einhver lög, allir verða brjálæðir, Guðni lendir í geðveikri klípu og mér á endanum þurfa að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og allir verða, þú veist, svona ennþá frekar brjálæðir og hafa ekki bara fengið að taka þessi ákvörðun. Þetta er ekta ákvörðun sem að, þú veist, ef að fólki finnst þetta skipta svona miklu máli að það á að eyða endalausum tíma okkar allra í að ræða þetta, hvort það sé hægt að kaupa eitthvað bjór út í búðið ekki. Þú veist, það getur haft brjálæðislega mikla lýðheilsulegar afleiðingar og allt það, en við höfum tvisvar áður tekið ákvörður svona áfengistengt máli í þjóðaratkvæðagreiðslu, það gekk bara fínt, þú veist, og í staðan fyrir að eyða endalausum tíma í þetta, maður er svo móðgaður sem kjósandi, þegar maður sér fólk sem er í störfum fyrir mann vera að rífast þetta endalaust og maður veit að stór mál setja á hakanum á meðan, það er bara mjög móðgandi. Er þið sammála þessu? Þarf að bara endurræsa svolítið kerfið hérna? Sko, ég tek á mörgulegt undir að kerfi sem hafa verið lengi við lýði, þau eiga það til að skekkjast. Og það er rosalega erfitt, sko, þú talar kynslóðir sem er að taka við. Sko, við fáum í hendurnar kerfi og við eigum ekki að fá að breyta þið neitt. Við eigum í rauninni eins og svona, við eigum að fá að íta í svona 2 cm til hægri eða 2 cm til vinstri. Og ég held að það væri ofboðslega gott að taka og hugsa í grunninn og nú er ég ekki að tala um einhverjar svona kollsteypur en það þarf að endurnýja umboðið sko í pólitíkinni, en það þarf líka að endurnýja umboðið í hvernig sko kerfum við höfum skapað.
Og ég held sko, það talar sko, ég er ekki alveg sammála að við séum ríkari nokkuð tíma fyrr, af því að ég upplifi það ekki til þessi mínu nánast umhverfi, með við hvernig ég var alveg upp, en ég held aftur á móti að sko, við erum á mjög mörgum stöðum að setja peninga og kraft í hluti sem þyrfti ekki endilega að vera þar, af því að við höfum alltaf gert það þannig. Og það eru margir hvatar í þessum kerfum sem eru mjög rangir. Til dæmis, ef við tökum örorkukerfið við Örstuð, það betra að lenda í slys og verða öryrki, heldur en að verða geðveikur og verða hægt og rólegur öryrki. Af því að þá miðast tekjurnar síðustu 3 árin. Þannig að sko, fólk að lenda í alls konar, af því að það búið að búa til einhverja staðla og eitthvað kerfi sem síðan lagt ofan á og í síðustu kosningum var svolítið víðtæk krafa, það kom mismunandi skilaboð. Það þýðir ekkert annað en það var mjög stór sko, svona samfélagslegur bogi sem vildi nýtt samtal. Og það var svo sorglegt að sjá pólitíkina svona fljótt fara aftur hún í skotgrafirnar í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það virðist vera sem að þjóðin vill að við eigum sko víðtækt samtal, gerum það. Af hverju þurfti að mynda minnsta mögulega meirihluta? Og nú ég ekki að tala ég er ekki í flokkum. Já, eða bara stjórna sem allir settust niður og það væri bara byggð miklu breiðari stefna. Mér leist ekki á svona litla hægristjórn, mér leist heldur ekki á sko stóra vinstristjórn sem skildi eftir stærsta flokki. Mér fannst miklu frekar verið að kalla á einhvers konar víðtækara stærra samtal. Af hverju ekki bara meðfram þessu að segja, heyrðu, við ætlum að kalla líka til bara fundaraðar eða við ætlum að kalla til nýs þjóðfundar eða að hafa ímyndunarafl til að segja, heyrðu, við skulum skoða mál með ykkur, með þjóðinni, í staðinn fyrir að taka kosningarnar, skella aftur í lás og fara sinna að rífast eitthvað sem að í rauninni, eins og segja, hvort það áfengisfrumvarpið eða sem bara skiptir flesta alveg ofboðslega litlu máli nema þeim sem eru ofboðslega heitir í málum. En svona grundvallar auðmýkt til að segja, heyrðu, hvaðan kemur vantraustið á okkur? Hvaðan kemur vantraustið á stofnanir samfélagsins? Við skulum tala þetta, við skulum eiga samtal þetta. Og ég held að það myndi opna svo mikið að dyrum að því eins og þú segir, það fólk hérna inni sem ég heyri tala á hvað verstum í samfélaginu er fólk sem ég þekki af engu nema góðu og það er í öllum flokkum og ég veit að þetta fólk myndi helst allt vilja gera þetta en það því miður virðist vera komin kultúr sem gefur þessi ekki farveg. Já, ég held sko, ég er alveg sammála, það var mikil stemning í þjóðfélaginu, minnst að kosti því þjóðfélagi sem ég verið við, með svona breytt samtal og samstarf og atkvæðin dreifðust mjög mikið og var verið að ljá svona nýjum röddum, Pírata voru þetta ekki alveg nýjir en svona því sem næst fengu mikla vikt og ég var nú svolítið að vona þessar löngu stjórnarmyndunarviðræður þar sem fólk talaði saman þvers og kruss að það leiði og það getur vel verið að gera það, þessi ríkisstjórn eru þetta nýbúin að taka við að leiti af sér sko meiri sátt og svona meiri skilning á hvað flokkarnir standa fyrir, hvað er raunverulega vilja, hvað er sem eru tilbúin að ræða bak við luktadyr. Þannig að það getur vel verið munum sjá það. Nú áfengisfrumvarpið er sannarlega sammála því að koma upp í koka því. Það er þó þverpólitískt, það er þó ekki í flokksgröfunum. En það sem ég finnst áhugavert og má kannski velta upp og er gaman kannski að heyra ykkar sjónarmið. Ég hef stundum sagt að ég talað sem þú varst að nefna að við viljum fá sko aðeins nýtt kerfi, nýja sýn og fá fólkið inn og það er náttúrulega það sem þessi þjóðernispopulísku flokkar hafa verið að gera, hafa verið að keyra á löndunum í kringum okkur. Það er ýmislegt, það eru þetta, þeir eru þetta drifnir áfram á óttanum og andúðunum við útlendinga og svona andúð við einhvers konar elítu, hvað sem eru fjölmiðlar eða fræðimenn eða hvað það nú er. En það er jafnframt þetta krafa að færa valdi til fólksins sem er að mörgu leyti mjög falleg krafa og ég held að sú krafa hafi svolítið skilað sér inn í íslenska... Þetta eru flokkar alveg bæði til hægri og vinstri út allt, sko. Já, en þeir eru samt fyrst og fremst til hægri, þeir finnast vinstra megin. Og það sem við höfum séð hér og náttúrulega sem Píratar hafa staðið fyrir, nú ætla ég ekki að halda því fram hér í beinni útsendingu að Píratar séu popúlískur flokkur, það myndi ekki gera þeim mér eða þeim mikinn gagn, en þeir hafa það popúlíska element að vilja færa valdi frekar til fólksins en íslenskt samfélag borið gæfu til þess að fá slíkan flokk
án þess að hafa þjóðernishyggjuna og andúðina á einhvers konar elítu með. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt einmitt að fá þeirra rödd í auknu mæli hérna eins og getur fólk deilt hvenar mál eiga heima hjá þjóðinu og hvenar ekki. En þannig að því leyti held ég var ég líka bjartsýn eftir okkar kosningar einmitt hérna þjóðernisflokkurinn bara einhvern veginn sprakk innanfrá og við fengum frjálslynda öfl og öfl sem vildi á jákvæðum nótum einhvers konar populisma. Ég held að þetta sé reyndar í betra horfi núna umræðan á þingi. Það svona mín tilfinning heldur en oft áður sko. Og það að sé minnihlutastjórn, 32 þingmenn, það mun hafa þær afleiðingar að það þarf að semja meira. Það þarf að taka þetta samtal eins og þú segir. Já, það er meirihlutastjórn með 32 en hún er minnihlutastjórn. Minni meirihlutastjórn. Já, þetta er orðið starffræði þáttur hérna. En þið vitið hvað ég er með. Það er lítill meirihluti og það þarf að semja og það þarf að teygja sig aðeins út fyrir flokka og svo framvegis. En það byrjar ekki sérlega byrlega. Það gekk ekki vel að skipa í nefndir og Nei, auðvitað er alltaf einhverja ágreiningar. Menn alltaf fara svolítið fljótt í gömlu hlutverki. Já, ég held samt við þurfum alþingi og þetta varðar. Við þurfum að horfa það að við sjáum svolítið svona toppinn á ísjaðjanum. Við sjáum þingmannin sem kemur upp og fróðufellur í punktu og er alveg brjálaður, en við sjáum ekki alla nefndafundina og allt samstarfið og allt sem er vel gert. En akkur sjáum við það ekki? Akkur er þetta ekki bara opið? Já, það er nú bein útsending frá nefndafundum. Ég bara efast að sé svo vinsælt sjónvarpsefni. Það þykir ekki frétt. Það er mjög sjaldan. Það er mjög sjaldan. Ég veit það ekki. Ég held samt að eitt af því sem gæti verið svona leiðarstefið okkar til framtíðar í eitthvað betra samfélag er einmitt meira gegnsæi. Ég held að þetta sé vandamál sem þú ert að lýsa sem svo sannarlega rétt, af því ég held að þetta sé alveg nákvæmlega sem þú segir. Þau eru með ákveðin leikþátt að einhvern veginn sem þau upplifa þessi eftirspurn eftir. Ég held að sé ekki eftirspurn eftir öllu þessu hatri og þessari svona þessum einstrengingshætti. Ég held að sé einmitt eftirspurn eftir miklu meiri bara gæsku og fegurð inn í okkar samfélag. Og ég held að ef þau ná að vera svona góð við hvort annað utan kameru þá verða þau bara hunskast til að vera það líka í beinni og það kannski einmitt þarf að þá sýna okkur það að þau geti unnið saman á þessum nefndafundum. Ég er alltaf að heyra þetta. Ég held að sé líka partur bara af því hvernig þið fjallaður þetta. Það er að gera sýna það líka. En ég ætla líka að segja sko. En myndi í rauninni ekki það sem að gerist bak við tjöldin þá bara færast frá þessum nefndafundum og eitthvað annað, bara í okkur aðra fundi? Það getur verið. En svo má náttúrulega heldur ekki gleyma því að við höfum náttúrulega gengið í gegnum ýmislegt núna upp á síðkastið og tölum beint lýðræði sem er þetta mjög jákvætt fyrirbæri. En ég meina við höfum nú tekið ákveðin skref í þá átt. Það voru núna eftir hrun tókum við þrennar þjóðaratkvæðagreiðslur ef maður rétt og sem er nú meira en við höfum gert bara allan lífveldistímann og ég held sko hvað varðar tala eins og nýju stjórnarskrána eða þess að tillögu að nýri stjórnarskrá. Ég held að það sé náttúrulega svo mikið lykilatriði í því ferli að gera hlutina í sátt. Og það sem að mér fannst sko einkenna það ferli þarna eftir hrun, þetta var svo hávær krafa sko, nýja stjórnarskrá strax og breytum hinn í gömlu og tökum hana bara alveg út og það er nýtt skjal og nýtt plagg og ný stjórnarskrá. Og þetta er stórt skref að stíga og stjórnarskráin þarf náttúrulega að vera þannig að það sé friður hana, hún sé ekki þannig að það komi ný ríkisstjórn og það fyrsta sem hún gerir er að endurskrifa hana og svo þýðir það þá að næsta ríkisstjórn tekur það tilbaka. En það er náttúrulega augljóslega ekki friður hana núna. Nei, en hún hefur þetta gagnast okkur eins og mjög vel. En ég tek fram, ég er ekki að segja að hún hefur verið óbreytanleg en neitt svoleiðis. Ég held að við þurfum að taka skrefin og mér er svolítið gott sem forsetinn okkar sagði í sinni fyrstu ræðu sko, menn þurfum að horfa á þetta í áföngum, taka skref. Ég held að samt sko út af því hvernig þessi stjórnarskrá var samin þá sé samt mjög erfitt og að líta framhjá líka afgerandi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu af því það grefur undan lýðræðinu sjálfu. Að við segjum já, kjósendur með svo sem segja það sem þeir vilja, en við ætlum ekkert endilega að hlusta á það samt. Það er óbúrslega erfið niðurstaða. Mér finnst svo niðurstaða að sitja í beinunum á mörgum og ég veit ég er nú ekki mjög hlutlaus, við kennum það nú mannafrist, en mér svo sitja svona í beinu samfélagsins pínu svona eins og sum mál sem bara ekki fyrirgefast, Guðmundar- og Geirfinnsmálið, kvótamálið, það er eitthvað svona óyfirstíganleg kergja undirliggjandi í samfélaginu vegna stórra mála sem næst ekki að setla og sætta með fallegum hætti. Þetta er þannig mál fyrst mér. Ég held samt sko þjóðaratkvæðagreiðslur, þær sé ekki endilega best til þess fallnar að ná sátt í samfélaginu. Þá vinnur ákveðin okkur, annar tapar. Máli er ekki leyst og þetta er svolítið svona sem við vorum að ræða hérna fyrir þáttinn. Sko, það er ekki komið að laust þannig að það er eins og ég kannski hlynt aukina aðkoma almennings að ákvarðanatöku gagnsæi gegn það lykilhlutverkin. Þjóðaratkvæðagreiðslur einmitt, en ef ég má púsla við þetta sem hún er að segja, sem ég algjörlega sammála þér, sem er þeim misbeitt eins og Brexit er fullkomið dæmi, fólk fekk ekki einu svona upplýsingar og það hlutlausar sendar heim til sín hvað það var að kjósa þetta voru bara þá sem öskruðu hæst sem ekkert með náði í gegn. En hins vegar þá ef við skoðum þátttaka almennings,
Við höfum þetta ferli aftur, við höfum þjóðfund stjórnarskrána, svo höfum við opið stjórnarskrána, þess að samtal milli fólksins og þeirra sem voru að reyna að skrifa þannig texta sem voru ekki úr stjórnmálunum flestir, og síðan þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er eiginlega fullkomið dæmi það hvernig hægt er að nota beint lýðræði með mjög margbreytilegum hætti. Núna er til dæmis að ryðja sér rúms eitt sem heitir deliberative polls sem að Fiskinn stendur fyrir í Stanford, sem er í raun og veru það að gefa random eða slembivöldum fulltrúum almennings tækifæri til þess að tala saman, síðan fáðu fullt af upplýsingum tiltekið mál og svo talaðu saman aftur. Og það sem er mælt er munurinn á afstöðu fólksins milli þessara tveggja samtala. Þetta er til dæmis ein tegund af beinu lýðræði sem er mjög skynsamleg. Því þarna segiru, við ætlum að eiga samtal, ekki þessi venjulegu hagsmunaaðilar heldur fólki í landinu og við ætlum að velja það með þeim hætti að það sé ekki að klína á því einhverju agenda. Svo gefum við þeim upplýsingarnar og svo sjáum við hvernig þau þróa sína hugsun eftir og fyrir og þetta er mjög snjallt vegna þess að það er engin gáfæri heldur en fjölbreytt heild fólks. Það er bara þannig. Við getum endar að skipa einhverju sérfræðinga í nefndir en þeir verða of einsleittir til að fá bestu niðurstöðuna. Besta niðurstaðan fæst með fjölbreytti úrtaki alls konar fólks. Það er snjallara heldur sérfræðingarnir. Við höfum alltaf minni og minni tolerans fyrir upplýsingum og tíma og það sem er rosalega áhugavert að því að bardaginn stjórnarskrána byrjar eftir stjórnarskrárferlið. Maður hefur eiginlega aldrei séð aðra en sátt, þverpólitíska sátt eins og inn í nefndinni sem samdi þetta skjal. Það sem satt fyrrverandi formaður bændasamtakana, frjálshyggjumenn og sem maður hélt að vera örgustu vinstrimenn og bara töluðu sig niður á samkomulag. Þannig að það var held ég síðan að mörgu leyti svona sérfræðinga sem fannst þeir vera útilokaðir sem hafa ákveðin eignaréttar hugmynd á lögum landsins sem að stóðu ofsalega mikið sem bardaginn gegn þessu hefst á mörgu leyti sérfræðingaveldinu í kjölfarið. Og þú varst að tala áðan ég er stór hluti ársins í Þýskalandi þar sem að náttúrulega það er varla svo stóra umræfni í Þýskalandi í dag er uppgangur þjóðernispopulisma. Og í Þýskalandi er komið flokkur sem nær líklega 15% í og samkvæmt könnunum sem gæti þýtt að endi með maður veit ekki 20. Og krafan þar og þetta er áhugavert að í Þýskalandi það er svo mikil umræða það er svo stórir, sterkir fjölmiðlar að þeir ná að analýsa umræðina svo vel en það er þessi krafa á að þessi elíta láti af því að vita alltaf best og það er svo óhuggulegt að því að ég held að þetta slær hjörtu svo margra en þegar þú bætir síðan við í rauninni lélegu menntakerfi þegar fólk fá ekki almennilega upplýsingu hins vegar í rauninni að með því að fjarlæga vinnuöryggi er þetta fólk meira og meira að stunda fleiri vinnur til að hafa í svo á. Hann hefur ekki tíma til þessar upplýstur umræðu og upplifir síðan að það sé bara að grafa undan. Það sér pólitíkusana og businessmennina saman, ég með þetta er ekki það öðru svo Íslandi, hvort heldur að, ég er enda listamar en ef ég hringi og fæ ég svo yfirstafn góða þjónustu, en auðvitað hafa viðskiptajöfrar Íslands og bankastjórar betri aðgang að pólitíkusum heldur en ég, hvað þá heldur en verkamaður í Sandgerði. Og það er verður til ákveðin konsensus og ákveðin svik, og ég held að þetta sé rétt, við eigum nokkur svik í Íslandssögunni, við eigum líka út alla Evrópu. Svik þar sem að það virðist vera hagsmunahópar án þess að þurfa að útskýra málsið nái sínu í gegn. Og upplifinu verður að það sé búið að mynda einhvers konar skjaldborg sérfræðinga, listamanna, pólitíkusa og business og fjölmiðla sem ætli bara að fá að stjórna og ráða. Og þessi gremja plús léleg menntun plús erfiðar efnahagslegar aðstæður skapa jarðveginn fyrir fasisma. Það gerði það á 3. áratugnum og það er að gera það aftur núna. Og ég held, Thomas Piketty, þetta er nefnilega, þegar ég komið aftur af misskiptingunni. Thomas Piketty, hreinlega, þessi bók hans, Capital in the 21st Century, í rauninni analýsar til þess nákvæmlega munin á rentunni af fjármagni og rentunni af störfum. Og hann sýnir beinlínis fram á það með mestu, víðtækustu hagfræðirannsóknir sem gerðar hafa verið, að þessi þróun er að aukast, munurinn, og síðan leyfir hann sér í lok bókarinnar ákveðnum spátum að ekki komið fyrir alþjóðlega auðskatt, og við erum að tala á gríðarlegt fjármagn,
þá munum við enda í plútokratískum eða fasískum samfélögum. Við erum búin að vera á svo dimmum nótum hérna í dag. Við skulum ekki horfa samt fram að því líka, við vorum að tala um hvert við erum að stefna, sko. Við erum allavega hérna heima á Íslandi, við erum á góðum stað núna. Við erum á þeim stað núna, við erum búin að vinna okkur út úr hruninu, við erum á mjög fínustu efnahagslega, auðvitað er þannig að það tekur því miður ekki til. Eru viðvörunarbjöllur hérna einhvers staðar úti? Já, en ég held að viðfangsefni sé kannski meira að fara að snúast það, sko, einmitt að passa, þú veist, passa þensluna, passa við missum ekki úr böndunum. Versus það sem hefur verið svona síðustu ár, við höfum svolítið svona verið að vinna okkur einhvern veginn aftur á stað. En þarf ekki þá samtímis einmitt að passa bara í rauninni skiptingu gæðana, að það dreifist með sanngjarnari hætti? Ég held að lykilatriði sé að tryggja fólki tilfinningu öryggi og það getur verið þá tilvista öryggi, efnahagslegt öryggi. Þegar fólk upplifir óöryggi, óvissu, þá verður það hrætt og þá verður það halt undir svona. Það eru marga leiðir, auðvitað er ekki einföld lausn. Það er betri menntun, það er atvinnuöryggi og það er aðkoma fólks. Allt þetta sem við verðum að tala um er liður í að draga úr því sem við sjáum í Þýskalandi. Auðvitað, ég meina ekki bara Þýskalandi, Þýskalandi verður, sko, á annars maður fyrir upplifir, sko, stundum, því að, þú veist, við vitum ekki hvað gerist í Frakklandi næsta ári. Ég meina, auðvitað erum við, þess að tók ég til að byrja, það stundum maður eins og í, sko, í öðrum heim þegar maður situr á Íslandi, af því að við, sko, við svo oft í rauninni lítum svo lítið út í heim, en það eru gríðarlega, sko, stór og ógnvænleg ský á sjóndeildarhringnum, en það eru leiðir til að, sko, koma í veg fyrir það og það þarf þá bara að taka mjög heiðarlega samræmi það. Ef að gæði heimsins enda hjá ofboðslega fáum sem búa við betri skattlagningu og búa við, sko, gæði sem að restina af samfélaginu deilir ekki, þá mun samfélagi rísa upp gegn því og það mun brjótast út í ófremdarástandi. Því miður. Ég held samt að það sé líka alveg von. Ég er ekki að segja ekki von, ég er að segja að við þurfum að vera vakandi. Tíminn bara farin frá okkur. Við verðum að vera vakandi, það er það sem ég er að segja. Ég held að þurfum líka að setja þess meiri áherslu á annað heldur en bara efnahagslega mælikvarða og reyna að hugsa vel hvort annað og finna meiri svona kærleika í öllu því sem við gerum gagnvart hvort öðru, líka þeim sem eru ósammála okkur. Þetta séu góð lokaorð. Takk hérlega fyrir komuna. Við komum hérna aftur og verum í spora með Hafstein Þór Hauksson, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands, og ætlum að ræða réttarsali samfélagsmiðlana. Komið sæl, hún sest hjá mér Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs. Við rifjuðum aðeins dagskráni, koma aukagestur vegna þessara nýju frétta afnám hafta. Katrín, velkomin. Takk. Nú er þetta kjörtímabil nýhafið eftir svona undarlegan endi á síðasta kjörtímabili og þú náttúrulega reyndir eftir kosningarnar að mynda svona þessa svokölluðu 5 flokka stjórn og það gekk ekki. Getur sagt mér svona bara í rauninni hvað það var sem gerði alveg útslagið það að það var ekki hægt að mynda þessa stjórn? Ég held að þegar maður horfir á þetta svona tilbaka þá auðvitað sér maður, eða svona mínu viti er það auðvitað þannig að við förum inn í það að reyna að mynda ríkisstjórn, þessa 5 flokka stjórn sem er að snúast ákveðna pólitíska sýn. Það er önnur hugmynd en var rætt hérna áðan á vettvangi dagsins þar sem Þorleifur var að tala um að hann hefði viljað sjá bara breiða stjórn, nánast þjóðstjórn, þar sem fólk sest saman einhvern veginn og kemur sér saman einhverju aðalatriði. Og ég held að það sé ekkert launungamál að þessir 5 flokkar náðu ekki saman hins vegar einhverju svona pólitíska sýn sem er hefðbundið þegar við horfum á myndum meirihlutastjórn á Íslandi. Það er starfa samkvæmt einhverju pólitísku markmiði. Þar var bara of langt á milli og það er mín skoðun og ég held að ríkisstjórnarsáttmáli, núverandi ríkisstjórnar sýni það að þar voru bara þessi sígildu skil á milli hægri stefnu og vinstri stefnu sem skiptu mestu. Það er að segja bara deilunar það hvernig við tökum inn tekjur, hvernig við skiptum gæðunum, hvernig við forgangsröðum í okkar pólitík, hvað ætlum við að byggja upp á það að vera á vettvangi samneyslunar, hvernig ætlum við að skattleggja þá sem eiga fjármagnið, stórútgerðina og svo framvegis. Þetta náðum við ekki saman, þessir 5 flokkar. Og það eru þetta margir flokkar til þess að sittast saman við ríkisstjórnarborðið. Var þetta sko, sérðu eftir ykkur í þessu ferli núna, þið náttúrulega eruð næststærsti flokkurinn, bara aldrei verið svona stór og fylgið einhvern veginn verið bara vera að aukast við ykkur með við skoðanakannanir. Það er greinilega eftirspurn eftir áherslu Vinstri grænna inn í landspólitíkina og inn í stjórnun bara samfélagsins og þið verðið núna valdalaus, svona svo gott sem, í næstu 4 árin. Er ykkur eftirsjá hjá þér, hefur viljað gera þetta öðruvísi?
Nei, sjálfur sér ekki, því sko fyrir mér var það alveg klárt að ef við ættum að fara í ríkisstjórn þá yrði hún að snúast tiltekna hluti og hún yrði að snúast það hvernig við gætum með réttlátum og sanngjarnum hætti tryggt uppbyggingu á innviðum. Það var þetta það sem við töluðum mest fyrir kosningar. Það var heilbrigðiskerfið, það voru skólamálin, menntakerfið og það voru samgöngurnar og núna sjáum við þetta stöðuna í öllum þessum málaflokkum. Ég meina við erum bara núna með fréttir af bugl þar sem húsnæði er ónýtt vegna myglu, við erum búin að vera að horfa upp á þessar fréttir af spítalanum okkar, við erum búin að vera að horfa upp á vandræði í heilsugæslunni, gríðarlegt ákall eftir aukinni áherslu á geðheilbrigðisþjónustu, sálfræðiþjónustu, við erum að sjá háskólan okkar sem hafa haldið haus undanfarin ár, vera í raun og veru að koma fram, stíga fram og segja nú getum við ekki haldið haus lengur meðan við núverandi fjárveitingar og svo erum við auðvitað að sjá þessi miklu mótmæli vegna vegakerfisins, samgangnana sem stendur auðvitað ekkert undir bæði aukinni umferð okkar Íslendinga og svo allra þessara ferðamanna. Þannig að ég hefði ekki viljað fara í ríkisstjórn nema það væri þá sátt það að við værum tilbúin að afla þeirra tekna sem þyrfti til þess að geta byggt upp samneysluna. Og við getum ekki gert það nema eiga fyrir því. Við þurfum að átta okkur á því. En við náttúrulega við stöndum vel eins og bara hefur komið fram allstaðar. Það allt í blóma hérna og miklu meiri peningar að koma inn, alls einskiptisaðgerðir og svo bara gengur miklu betur, það kemur miklu meira inn. Ég meina, hefði ekki verið hægt, ég meina, virðist vera sem að bæði Björt framtíð og Viðreisn hafi farið inn í ríkisstjórn og gefið eftir mjög mikið af sínum málum. Á móti kemur og þau fá náttúrulega eitthvað með það að segja hvernig kökunni verður skipt. Kom það aldrei til greina og hefði það ekki verið eitthvað sem að kannski kjósendum ykkar hefði hugnast? Já, það kann að vera. Ég held nú að með kannanir þá séu kjósendur svo sem alveg sáttir við það að við stóðum mjög skýrt við það sem við sögðum fyrir kosningar, eftir kosningar. Við töluðum mjög skýrt fyrir því að við vildum fara í þessa miklu uppbyggingu, að við vildum ekki að hún yrði þenslu hvetjandi og þess vegna vildum við beita skattlagningu til þess að tryggja það að geta ráðist í uppbyggingu án þess að valda frekari efnahagsþenslu. Það alveg rétt, það uppgangur. Við erum ekki að nýta þennan uppgang með þeim hætti sem við ættum að vera að gera. Við erum enn ekki til dæmis að setja komugjöld á ferðamenn, þó að við höfum lagt það til núna í desember síðastliðnum og það var ekki samþykkt á Alþingi. Við erum ekki að nýta þau tækifæri sem við eigum núna, því það þetta eðlilegt og það það sem þegar maður fer út og hittir annað fólk en stjórnmálamenn, þá segir fólk býtu, við erum nýkomin út úr kreppu og þar var ekki hægt að byggja upp að því það búið að vera svo erfitt og við erum á endum saman og allt þetta. Nú erum við komin inn í uppgangstíma og þá ekki hægt að byggja upp að því það má ekki valda þenslu. Og þarna þetta takast á þessi sígildu sjónarmið bara hægri og vinstri, erum við tilbúin að beita skattlagningu til þess að annars vera að tryggja þessu uppbyggingu og tryggja að ekki verði þensla. Þannig að maður í stjórnmálum út af hugsunum en ekki bara til þess að hafa völd, heldur til þess að hafa áhrif og það var á endanum okkar mat. Þið í minnihlutanum neituð að taka við formennsku í nefndum þingsins og þingskapalögunum var breytt einhvern tímann eftir hrun 2011 til þess að rauninni tryggja betri og meira vægi minnihlutans inn á þingi. Þið gerðu þetta einmitt af eitthvað svona prinsipástæðum og síðan eru liðnar nokkrar vikur og rauninni allir búin að gleyma því. Finnst þér ennþá rétt að hafa gert þetta svona og láti meiri hlutunum eftir þá í rauninni bara töglahaldir allstaðar bæði ráðuneytum á þinginu? Það að taka við formennsku í nefndum byggir á því að meiri hluti og minni hluti geta átt gott samstarf og það þýðir þetta meiri hluti og minni hluti þurfa að koma sér saman það hversu margar þessar formennskur eiga að vera og í hvaða nefndum. Það virkar ekki þannig að meiri hlutin ákveði fyrir minni hlutan, hvernig þetta að vera. Og til þess að geta gert formennsku í nefnd þá þarf auðvitað að ríkja ákveðin trúnaður og ég verð að segja að þetta olli með vonbrigðum. Ég reyndar, satt svo sem ekki við þetta borð, þetta voru þingflokksformenn og þetta var niðurstaðan og hún olli mér vonbrigðum að því ég hefði viljað sjá þessa ríkisstjórn með minnsta mögulega meiri hluta leggja meir upp úr þessu samtali við minni hlutan. Og alveg eins og kom hérna fram áðan fyrir þettunum. Ég held þessi eftirspurn eftir því að fólk tali betur saman og leggja meira á sig til að ná samkomulagi. Á þessum nótum. Þó að það sé ekki endilega sammála grundvallar pólitísk atriði og það geti ekki setið saman í ríkisstjórn á þeim sögum, þá ættum við að reyna að ná meira samtali. Hún hefur talað það, fulltrúar ríkisstjórnar hafa talað svolítið það að út af þessum
takmarkaða meirihluta sem þau hafa, þá þurfi þau að eiga í samtali við ykkur í minnihlutanum. Hefur það hafist þetta samtal? Hafa þau verið að teygja sér til ykkar með einhverjum hætti? Það hefur ekki verið mikið það. Það hefur verið á vettvangi einstakra ráðherra, en ekki svona kannski þannig að maður geti sagt að það sé, maður upplifir ekki að það sé svona heildstæð stefna ríkisstjórnarinnar, en að sjálfsögðu gildir það ekki um alla ráðherra. Nei. Hyggist þið í Vinstri grænum styðja mál sem að þið telji vera góð frá meirihlutanum? Já, auðvitað það þannig þegar við bara skoðum söguna, bara horfum á síðasta kjörtímabil. Ég meina mjög mörg mál fari í gegn í mjög góðri sátt þrátt fyrir að fólk hafi upplifað mjög mikil átök á síðasta kjörtímabili og þannig það auðvitað almennt á Alþingi. Það auðvitað kannski ekki þau mál sem fá mesta umfjöllun og allt það, en að sjálfsögðu horfum við nálgumst við málin bara málefnalega og höfum alltaf gert. Tek sem dæmi samgönguráðherra Jón Gunnarsson, hann hefur talað að hann vilja láta skoða allavega að fjármagna vegakerfið með einhverjum hætti í gegnum vegatolla. Þú lýsti því að þér litist ekki vel á það. Samt sem áður máli færa rök fyrir því að slíkt myndi geta hjálpa til hvað varðar umhverfismálin. Út af hverju? Ég held að ef við ætlum að horfa á þetta út frá grænu sjónarmiðunum, sem ég finnst alveg geta verið gild rök, þá held ég að við ættum frá frekar að horfa til þess að, og við viljum afla tekna, þá höfum við þetta tekjustofna. Við höfum bensíngjald, við höfum olíugjald, sem eru markaði tekjustofnar, samkvæmt vegalögum og eiga að renna í uppbyggingu á vegakerfinu. Og leggjast á þá sem eru að nýta óendurnýjanlega orkugjafa. Þannig að ef við varum að horfa á þetta út frá umhverfissjónarmiðum, þá væri það skynsamlegasta leiðin og við höfum sagt það, okkur hækkum við ekki þessa tekjustofna bara í takt við verðlag, frekar en að vera að koma á nýju gjaldtökukerfi, þar sem væntanlega er ætlunin að leita eftir því sem ráðherrann hefur sagt, aukinni samvinnu við einkaaðila, þannig að þá erum við líka að horfa upp á svona breyttar forsendur í vegakerfinu sem við leggjum áherslu á. Við erum bara að tala um það, við erum bara að tala um leiðnar út úr Reykjavík, við erum ekki að tala um að séu aðrar leiðir endilega í boði, þá hlýtur það að eiga að vera hluta grunnnettinu í samfélagslegri eigu. Ef við viljum þetta náttúrulega leiðir sem rosalega mikil umferð, miklu minni heldur en kannski ekki út á landi og þá ertu að leggja skatta á þá sem er að taka bensín og eignast bíla og eru kannski ekki mikið að nota með þessar leiðir inn og út úr borginni. En þá ertu komið önnur rök en grænur rökin sem ég var að nefna, þannig og ríkisstjórnin hefur talað fyrir því svona, eða allavega einhverju fulltrúar hennar hafa talað fyrir því að þeir vilji frekar horfa til grænna skatta og þá segi ég minnst það bara eðlilegri leið að fara en að fara í vegtolla með þessum hætti. Hvað finnst þér hver vera helstu áskoranir þessar ríkisstjórnar? Og er það eitthvað sem þú hefur sérstakar áhyggjur af í hennar, svona kannski þú hefur skoðað með út á stefnuyfirlýsingunni? Svona ef ég horfi á stöðuna, það er náttúrulega mjög, eins og þú sagðir hérna áðan upphæði, það er mjög góð staða efnahagslega. Við erum í miklum efnahagslegum uppgangi, við erum í raun og veru að horfa upp á styrkingu gengi sem er í líkingu við það sem var fyrir hrun. Íslendingar eru fann að hafa gaman að því að fara til útlanda, en leið mun þetta hafa áhrif á ferðaþjónustuna. Þetta er auðvitað umhugsunarefni, hvernig ætlum við að stýra efnahagsmálunum, hvernig ætlum við að tryggja það sem ég tel vera mikilvægasta verkefni, það er auðvitað þessari innviðauppbygging og hvernig ætlum við að tryggja það að uppgangurinn leiði ekki til aukins ójafnaðar í samfélaginu. Og það er auðvitað kannski það sem við, ég meina, að því þú spurðir áðan okkur í VG, ég meina við hefum auðvitað lagt mest áherslu á það fyrir síðustu kosningar, þá fórum við í talsverða naflaskoðun og við sem byttu hvað getum við lært af reynslunni eftir hrun og það var í raun og veru að við þyrftum að skerpa á okkar hugmyndafræði, okkar sýn, að við hefðum einhverja sýn fram að færa sem væri valkostur. Og ég held að það sé það sem við séum að fá góð viðbrögð við núna, það er svo sýn að skattkerfið eigi ekki bara að afla tekna til að standa undir þessari innviðauppbyggingu, heldur líka að tryggja jöfnuð. Þannig að það sem ég hef mestar áhyggjur af núna í þessum tímum sem við erum á núna, það er annars vegar þetta bara ofétnin á hagkerfinu og hins vegar að þessi uppgangur verði til þess að auka ójöfnuð í samfélaginu. Og það eru þetta margt sem við hefum séð aðgerðir á undanförnum árum, ég nefni það bara hvernig til að mynda veiðigjöld hafi verið lækkuð, hvernig virðisaukaskattur á matvæli var á móti hækkaður sem
bitnar mest á tekjulágum. Þetta eru allt aðgerðir sem geta orðið til þess að auka ójöfnuð. Ég tala nú ekki ef við erum að fara að horfa upp á meiri einkarekstur í velferðarkerfinu sem aftur getur orðið til þess að grafa undan þessum opinbera kerfisvegum. Þannig að þetta er auðvitað stóra áhyggjuefnið og síðan auðvitað vonast ég hins vegar til þess og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn á það að við sjáum árangur í loftslagsmálum. Því það verður auðvitað stóru viðfangsefnin á bara næstu misserum árum. Það er hvernig Ísland ætlar að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Sko, ég held að það sé ekkert launungamál. Það gerist alltaf þegar flokkar stækka og við höfum í rauninni bara, þetta gerist með alla flokka hérna á Íslandi, sko, eftir því sem að fleiri taka þátt að þá náttúrulega bætast við ólíkar raddir og því svona eru náttúrulega grænt framboð en samt sem áður þegar þið voru ríkisstjórn þá stóðu þið náttúrulega að ákveðnum stóriðjumálum. Það sést ágætlega, sést á samfélagsmiðlum að svona yngra fólki og kannski mikið til þeir sem eru vinstri grænir á höfuðborgarsvæðinu eru mjög mikið á móti frekari stóriðju, ósáttir við svona það sem var gert í þeim málum. Hvernig er erfitt fyrir þig sem formaður að sætta þessar raddir? Ég meina að stjórnmálaflokkar eru bara svona lífrænar heildir og maður á að geta hafa, sko ég líti ekki á það að það sé mitt endilega að sko vera að þagga niður í einhverjum röddum eða eitthvað slíkt. Mér finnst mikilvægt að allar raddir fá að heyrast en að við séum svona sammála gildi og til dæmis bara í náttúruverndarmálum og umhverfisverndarmálum. Það sem mér finnst best við þau mál er hvað svo umræða hefur þróast fram á við að mínu viti, hvað tíminn hefur unnið með okkur í þeim málum og við erum að sjá bara fleiri segja sko verðmætin sem við eigum í þessari ósnortu náttúru, þau eru svo stórkostleg að við verðum að passa upp á hann og það er næstu orðið það er pólitískt mál. Já, og það er auðvitað gerbreyting frá því sem var sko þegar ég byrjaði að skipta mér á pólitík og líka á árunum eftir hrun þar sem var mikið svona streita vegna atvinnuleysis og annars. Þannig að auðvitað höfum ólíkar raddir í ýmsum málum og það gerist alltaf þegar flokkar stækka. Það sem mér finnst mestu máli skipta er að VG fái að blómstra á þeirri sín sem við leggjum fram en ekki af því að fólk sé óánægt með aðra. Og það er kannski stóra viðfangsefni finnst mér í stjórnmálum, það er að vinna að einhverju uppbyggingu en ekki bara ganga út á að vera á móti öðrum. Nú nýtur þú, svona rétt í lokin, þú nýtur sjálf gríðarlegs persónulegs fylgis alveg langt út fyrir raðir flokksins og sást náttúrulega ágætlega þegar verið var að skora þig að fara í forsetaframboð og margir sem vildu sjá þig þar. Hvar stendur, sko, flokkurinn er svona mest þekktur, eða stendur fyrst og fremst svona í hugum margra allavega fyrir einmitt þessa sósíalísku hugsjón, umhverfismálin og síðan kannski kvenfrelsismálin. Hvar brennur þú helst? Af hverju er það þessu? Ég meina, fyrstu pólitíski samtöki sem ég gekk í voru samtök hernaðarandstæðinga, sem er eitt af því sem þú nefndir ekki, sko. Þannig að en ég brenn náttúrulega bara fyrir því að berjast gegn ranglæti. Og það á við öll þessi mál sem þú nefnir. Og það er það sem rekur mig áfram til að vakna á morgnana og mæta í vinnu. Katrín Jakobsdóttir, takk kærlega fyrir. Við komum hérna aftur að vörmu spori. Takk. Sæl aftur, hann er sestur hérna hjá mér Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans. Kjarninn sagði frá því í morgun að ríkisstjórnin sé búin að boða til blaðamannafundar, kalla saman ríkisstjórnarfund og líklegast sé verið að fara að afnema höftin að fullu. Velkomin Þórður, takk fyrir að koma með svona stuttu fyrirvara. Segðu mér aðeins hvað er að fara að gerast af því að þú best veist og hvað þýðir það? Af því að ég best veit þá er verður eins og við sögðum frá í morgun verður ríkisstjórnarfundur núna í hádeginu og í kjölfarið er búið að búa til blaðamannafundar sem verður klukkan 2 í Ráðarbústaðnum þar sem kynnt verða skref í átt að fullu afnámi hafta
og höft hafa verið hér við lýði frá því nóvember 2008 þegar svona eftirköst hrunsins gerðu það að verkum að við þurftum að hindra útflæði fjármagns fullt af erlendum aðilum sem áttu fullt af krónum hérna sem við höfum ekki efni á að skipta í aðra gjaldmiðla. Vildu komast út? Já, og við höfum verið að takast á við þennan vanda allan tíð síðan og í fyrra og hitt í fyrra voru alltaf stigin stór skref með því að semja við kröfuhafa föllnu bankana með það að þeir myndu greiða hluta af innlendu eignunum sínum í stöðugleikaframlög og fá að fara með restina og svo skref sem voru stigin í átt að afnámi hafta með svona því að undanþágubeiðnum var fækkað í ágúst 2016 og svo aftur í síðustu áramót en núna er verið að taka stærra skref og ég held að ástæðan sé augljós, hún er svo að við erum að glíma við allt annað veruleika núna er eitt okkar helsta vandamál mikil styrking krónunnar í staðinn fyrir það að við séum að hafa áhyggjur af því að útflæði af fjármagni muni veikja krónuna, þá eru stjórnvöld líka til að vonast til þess að það verði útflæði að bæði þessir aflandskrónueigendur sem eiga ennþá eignir hérna inni fari að einhverju leyti og jafnvel lífeyrissjóðir nýti þetta til þess að fara út og fjárfesta meira annar staðar. Þeir voru með eitthvað heimild? Já, þeir hafa fengið undanþáguheimildir sem þeir hafa nýtt ágætlega en hlutfall eigna lífeyrissjóða erlendis er enn allt og lítið og við vitum alveg þessa möndru, lífeyrissjóðnir eiga helminginn óbeint eða beint af öllum skráðum hlutabréfum, eiga nánast skuldabréfamarkaðinn, eiga fullt í óskráðum fyrirtækjum, eins og einhver sagði hérna á fundi í fyrra, þeir verið að fara að kaupa þvottavélar og sjónvarp ef við förum ekki að gera eitthvað. Þannig að það er útflæðið væntanlega sem ríkisstjórnin mun leggja áherslu á, er ekki langt og bara síðustu helgi sagði Bjarni Benediktsson í viðtali við Morgunblaðið að það kemur til greina að setja gólf á eignir lífeyrissjóða erlendis, það er ekki hámark, þetta er gólf, þið þurfið að vera með x mikið úti og það verður væntanlega aðgerðir sem þeir munu síðan fara í framhaldinu ef að útflæðið er ekki til. En þetta er staðan, við vandamál okkar núna er styrking krónunar og það er verið að reyna að búa til hvata fyrir útflæði. Ég held að eitt af svona fyrsta sem við munum sjá gerast í næstu viku er það að Seðlabankinn mun lækka vexti á vaxtaákvörðunarfundi sinnum vegna þess að þegar höft eru afnumin þá þarf að minnka þennan vaxtamun sem er á milli Íslands og annarra landa. Þannig að það er allan að góða líkur myndum að telja á því að Seðlabankinn muni lækka vexti í næstu viku þegar hann tilkynnir vaxtaákvörðun sína. Megum við eiga von á ykkur ef þið gera þetta bara ef þið kalla saman ríkisstjórnarfund í dag, gerir ráð fyrir þið kalla það saman þing bara strax á eftir eða? Já, það er ekki alveg á hreinu hvort það þurfi að kalla saman þingi til þess að hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd af því að viðmælendur mínir sögðu mér en það er alveg augljóst að það þarf að klára þessa framkvæmd í dag fyrir opnun markaða á morgun til þess að gæta fulls jafnræðis varðandi upplýsingagjöf og líka bara til þess að koma í veg fyrir alls konar spákaupmennsku það hvað muni felast í þessu og svoleiðis. Þannig að ég held að sé augljóst að þetta verði klárað í dag. Ef það þarf að kalla þing saman þá verður það væntanlega gert seinna í dag. Hvað sérðu fyrir að gerist bara morgun? Mun þetta hafa strax einhver gigantísk áhrif að gengið? Það er ómögulegt að segja. Ég meina þetta er náttúrulega dálítið fordæmalaust sem við erum allt í einu fannir upplifa það að túrisminn hefur gjörsamlega snúið við stöðunni í okkur. Ég meina við vorum með sjómannaverkfall allan janúarmánuð og gengi styrktist fullt. Það er vegna þess að ferðamönnum á milli janúar 2016-2017 fjölgaði 74% á meðan allur flotinn á bundin við bryggju. Og þetta er fordæmalaust. Þetta er svo atvinnugrein sem er búið til flesta gjaldeyristekjur okkar sögulega, sjávarútvegurinn. Og hún var bara out of commission sem var leiðið sér að sletta en ferðaþjónusta bara sá þetta og krónan styrktist á sama tíma þannig að það er ómögulegt að segja nákvæmlega hvað gerist en það allavega það fjölgar vopnum í vopnabúrinu til þess að búa til meira útflæði og mæta þessu mikla innflæði af gjaldeyri sem ferðaþjónustan er að koma með meðal annars með því að losa þá aðila sem hafa verið með eignir og vilja fara og með því að búa þannig til að íslenskir fjárfestar, bæði fagfjárfestar eins og lífeyrissjóðir og aðrir geta fara að fjárfesta í meira mæli erlendis. Bara rétt í lokin, að þetta er svo allt svona frekar óljóst, hefur þetta ykkur áhrif á mig og þig, Jón og Gunnu, venjulegt fólk, bara svona þeirra bankabók og þeirra buddu? Krónan hefur náttúrulega áhrif á okkur öll og rosalega mikil áhrif upp og niður. Þegar hún fellur þá tökum við svona launafólki það út, þá aðlögun sem þarf
eins og eftir hrunið, það kannski felst þannig að launafólk gerir það en eignafólkið minna og þegar krónan styrkist aftur þá eykst kaupmátturinn okkar mjög hratt. Við tókum 10 ára eðlilegan kaupmátt á einu ári í fyrra gegnum launahækkanir og styrking krónunar. Þannig að þessar miklu sveiflur hafa gríðarlegar áhrif á okkur bæði fjárhagslega og ekki síður bara held ég svona sálrænt og samfélagslega vegna þess að stemningin í samfélaginu sveiflast dálítið með gjaldmiðlunum. En það mjög erfitt að segja hvort að þessar aðgerðir hafi einhverja bein áhrif. Við getum stofnað bankareikninga væntanlega í öðrum löndum á morgun ef við viljum, ef að þetta skrifur stigið til fulls. Og fjárfest keypt okkur hús eða bíla annars staðar frá og fara að flytja á þeim, ef við viljum gera það. Þeir sem geta það. Þórður, takk kærlega fyrir komuna. Við komum aftur eftir örskamma stund og nú loksins með Hafstein Þór Hauksson, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands. Hafsteinn Þór Hauksson, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands er sestur hérna hjá mér. Hafsteinn, við ætlum að ræða það sem þú hefur kallað réttarsali samfélagsmiðlana. Þú komst fram á hátíðamálþingi Orator, félagi laganema við Háskóla Íslands og á málþingi sem snerist réttarríkið í nútímasamfélagi og þar áskorunir sem réttarríkið stendur frammi fyrir það bil 3 vikum síðan. Og þú hélst þetta erindi réttarsalir samfélagsmiðlana og þetta vakti mikla athygli og það sem vakti ekki síður athygli var að í kjölfarið náttúrulega komu upp alveg þó nokkur mál þar sem að samfélagsmiðlar bókstaflega lögðust á hliðina út af nokkur mismunandi tilefnum og svona misalvarlegum þar sem einhver sagði eitthvað og það sem að þú kallar og má vel kalla réttarsali samfélagsmiðlana kváðu upp sína dóma. Segðu mér aðeins frá þessu erindiðinu. Já, einmitt. Þetta erindi var semst á málþingi réttarríki í nútíma samfélagi eins og þú segir. Það sem að við vorum nokkur, ég og Ragna Árnadóttir fyrir dómsmálaráðherra og Þóra Tómasdóttir að velta fyrir okkur svona réttaríkinu í nútíma samfélagi, hvaða áskoranir það stæði frammi fyrir. Og með þessast réttaríki þá erum við í rauninni að tala samfélag sem lýtur lögum, borgarnir eru bundnir af lögum, valdhafarnir eru sjálfur bundnir af lögum, þannig að ríkin ekki stjórnað af geðþótta. Þetta felur meðal annars það í sér að fólk ekki dæmt fyrir afbrot nema samkvæmt lögum og réttlátri málsmeðferð og í rauninni bara þessi grundvallaratriði þau í rauninni leiða af sér ákveði kerfi, stofnanavæðingu, sjálfstæða dómstóla, ákæruvald, málsmeðferðarreglur, sönnunarreglur og svo framvegis. Og þessu kerfi sem komið á, því í rauninni hefur alltaf verið ógnað af einhverjum en það sem við vorum að velta fyrir okkur þarna á þessu hátíðamálþingi Orator var í rauninni að setja það í eitthvað sérstakt samhengi við aðstæður sem uppi í nútímaríki og það sem ég ræddi í mínu erindi var í rauninni tvennt og þó aðalega annað það sem þú nefnir sem sagt en í fyrsta lagi kannski það að það ekki bara alræðissinnar eða kommunistar eða fasistar sem geta ógnað réttaríkinu heldur líka í rauninni lýðræðiselskandi fólk sem einhvern veginn upplifir það þannig að stofnanirnar sem komið hefur upp bregðist því og kalli eftir einhvern veginn meiri árangri þá fram hjá þessum stofnunum og það var nú rætt að sjá þér í panelinum áðan einmitt svona stemningu sem getur myndast og Ragna Árnadóttir talaði svolítið það hvernig var að vera dómsmálaráðherra þegar svona raddir kannski spruttu svolítið. En hitt sem var svona aðalerindi mitt var sem sagt það sem þú nefnir réttilega, réttarsali samfélagsmiðlana sem í rauninni það að setja aðeins þessa opinberu smánun sem tíðkast á samfélagsmiðlunum í samhengi við réttaríkið og pæla hans í svona samhengi við réttaríkið og ég semst að tala það þegar að fólk semst einhver segir eða gerir eitthvað og hann lendir í rauninni í því sem að kalla stundum í þessum efnum snjóflóði, athugasemda, fordæmingar, tiltals, skammanna, hótana, vandlætingar og svo framvegis á netinu, verður svona einhver miðpunktur þar. Tugir ef ekki hundruðir eru að setja inn athugasemdir og smána í rauninni
Akkurat og tilefni í rauninni, ég fór að velta þessu svolítið fyrir mér eftir að hafa lesið bækur og hort á fyrirlestra meðal annars þessa hérna bók eftir Jon Ronson, So You've Been Publicly Shamed og hlusta til dæmis á TED fyrirlestur Móniku Lewinsky public shaming eða það sem ég kalla opinbera smánun og opinber smánun í rauninni, þetta þekkt hugtak löngu fyrir tíma samfélagsmiðlana þetta hugtak úr lögfræðinni meðal annars og public shaming þá í rauninni refsiúrræði sem gripið til sem í rauninni ekki þá fésektir eða frelsissvipting eins og fangelsisvist heldur í rauninni að taka þann sem hefur gerst brotlegur og niðurlægja hann opinberlega og þetta refsing sem tíðkaðist og við þekkjum þessar frægu birtingarmyndir eins og gapastokkinn og eitthvað svona en þessar refsingar voru lagðar niður í réttarkerfum Vesturlanda og ekki síst verður ekki af því að það virka ekki og hafa engin áhrif heldur eiginlega þvert á móti að þær hafa svo mikil áhrif þær eru svo rosalega eitraðar og þetta svo eitrað úrræði og grimmúðlegt og þess vegna þetta lagt niður í réttarkerfinu en í raun og veru að koma svolítið aftur en bara á öðrum vettvangi og utan réttarkerfisins og ég vil nú taka það fram út af því ég tala samfélagsmiðluna með þessum hætti að þeir eru mjög gagnlegir að ýmsu leyti og gera og gegna í rauninni mjög mikilvægu hlutverki meðal annars í réttarríki en það þessi misnotkun, þessi opinbera smánun sem þar þrífst sem í rauninni vandamálið og þarna auðvitað smánunin fer fram án réttlátra málsmeðferðar og allt það sko. Sko, þetta ég bæði lesi bókina og síðan fyrirlestur og Jon Ronson tala sko mikið afleiðingarnar fyrir fólk sem verður fyrir þessu. Þær eru, bara einhverja sagt gigantískar. Já, þær eru mjög miklar og í rauninni kannski miklu meiri heldur en sá sem að svona stendur utan við þetta, kannski ætlar og getur ímyndað sér. Og við erum sérst þá að tala mjög algengt að einhvers konar þunglyndi eða kvíði og öryggisleysi erfitt að eignast vini eða maka þegar að sá sem ætlar að stefnumót með þér googlar og sér að þúsundir manna hafa verið að tjá sig það hvað þú sért ömurleg manneskja og atvinnumissir það yfirleitt mjög snemma kemur upp þessi krafa þegar einhver tekin svona fyrir á netinu og hann sé rekinn úr vinnu og það er mjög áhugaverð rannsókn sem mitt vitnað til í bókinni sem rannsókn eftir David Buss, prófessor í sálfræði sem kom út í bókinni The Murderer Next Door, morðinginn í næsta húsi og þar var rannsókn gerð sem sýndi að 91% karla og 84% kvenna í Bandaríkjunum hafa einhvern tíma látið sér dreyma það, fantasera það að myrða einhvern og stóra fréttin var náttúrulega í hugum flestra hvað þetta var hátt hlutfall en það sem að Ronson fannst áhugaverðara var í rauninni að skoða rannsóknina aðeins dýpra og sjá hvað hefur sá gert til þess að verðskulda það að þú látir þig dreyma að drepa hann og þá kom í ljós að algengasta orsökin var ekki einhvers konar stór glæpir gagnvart viðkomandi hann hefði misþyrmtir með einhverjum hætti eða skemmt eigur þínar eða eitthvað slíkt heldur þetta var einstaklingur sem niðurlægði þig opinberlega og niðurlægingin á sig kannski stað bara þannig að hún tekur stutta stund og þeir sem taka þátt í henni með einhverjum hætti þeir gleyma því fljótt jafnvel en sá sem eftir situr og var niðurlægður hann gleymir því ekki, heldur fer heim til sín og fantaserar það hvernig hann getur drepið þá sem að niðurlægða hann. Þetta mjög dramatískt en þetta eru svona sterkar tilfinningar og ég meina þetta ekkit endilega bara eitthvað sem hefur verið kallað á samfélagsmiðlum svona nettröll sem að standa í þessu, þetta bara sómakært fólk. Akkurat, þetta í rauninni og þar komum við aftur kannski að þessu hugtæki snjóflóðin, að lenda svona í snjóflóði. Það er önnur mjög góð svona setning í bókinni sem segir sem sagt snjókornið finnur ekki til ábyrgðar fyrir snjóflóðinu. Þar sem ef maður tekur út eitt og eitt komment sem í rauninni hluti af þessari skriðu sem fólk verður undir, þá það ekkert endilega mjög alvarlegt út af fyrir sig ef þú skoðar það svona einangra. Þetta jú allt frá nettröllunum sem að hóta morðum og misþyrmingum og sérstaklega þegar verður að konur þá þetta verið að hóta nauðgunum og þessu öllum þeim viðbjóði. Yfir í rauninni kannski jafnvel hjálparsamtök einhverja sem telja sig mjög á siðferðilegum háum stalli og þeir taka þátt í þessu til einhvern veginn að auglýsa sinn málstað og svo framvegis, þannig að það verður allur skalinn, allt vandæling, skammanir, hótanir og svo framvegis. Og líka má náttúrulega ekki gleyma því að svo sem verður fyrir þessu, hann getur, það líka skali, allt frá fólki sem hefur svo sannarlega unni til þess að vera gagnrýnt, yfir í fólk sem hefur bara sagt eitthvað ógætilegt eða jafnvel eitthvað sem slitið úr samhengi
og síðan svona bombarderað í kjölfarið sko. Hann kallar sko samfélagsmiðlana, John, kallar þetta sko svona gagnkvæma viðurkenningavél. Að sko fólk hefur svona einhverja þörf til þess að teljast miskunnsamt og gott en sko með því að í rauninni taka eitthvað niður og hampa þannig sjálfur sér og þetta fær fólk til þess að framkvæma svona sérstaklega ómiskunnsamar aðgerðir sem svona sko svo mikið þversögn í rauninni. Já, það alveg rétt. Hluti af þessu það sem kallað hefur verið virtue signaling. Það að segja að einstaklingur sem setur komment eða einhver athugasemdir fram sem að í rauninni ætlað að sýna hvað hann hefur mikla samúð með einhverjum réttlátum málstað kannski þegar nánar að gáð og viðkomandi áttur sig jafnvel ekki á því sjálfur. Hann kannski fyrst og fremst að taka þátt í þessu með því einhvern veginn að koma það á framfæri hvað hann sjálfur nú mikilvægur eða góður og réttlátur. Þetta sjáum við til dæmis oft í því að ef einhver gerir einhver mistök, það mjög oft þannig að viðkomandi hefur sjálfur beðist margfaldlega afsökunar og það eru kannski þúsundum manna búnir að leiðrétta og sýna fram á hvernig viðkomandi hafði rangt fyrir sér, en alltaf bætist í sarpinn, það alltaf fleiri og fleiri sem vilja koma því á framfæri að þeir vilja líka leiðrétta viðkomandi og svo framvegis. Þannig að þetta verður þetta í rauninni svona flóð og síðan auðvitað áhugavert líka í þessu að það mjög oft þannig að þegar skriðan farin af stað gagnvart viðkomandi þá mjög erfitt að einhvern veginn beina af leið og jafnvel í átt að þeim sem að sko eru að taka þátt í þessari opinberu smánun með mjög grófum og andstyggilegum hætti. Þeir oft fá alveg í rauninni frían passa í þeim öfnum sko, þó að það séu til undirtekningar á því. Tíminn farin frá okkur, mér langar að spyrja í rauninni bara eitt í lokin, eitthvað við þess að gera? Ég held það, en ég held að það sé kannski við rammarreip að draga og kannski erfitt fyrir réttarkerfið í rauninni að bregðast við þessu. Ég hugsa að þetta sé frekar spurningin einhvers konar sko samfélagslega, hvað ég var að segja, þetta í rauninni spurningin umræðu hefð, umræðu menningu í samfélaginu, að sómakært fólk sem að vill vel, að það átti sig á því að jafnvel svona frekar saklaus þessar athugasemdir geti verið hluti af einhverju stærri skriðu og þess vegna í rauninni svona lagt þetta á fólk, sko, að vera hluti af verið opinberri smánun. Kannski annar punktur í þessu sá að kannski bara kaldur veruleikinn sá að við þurfum öll líka að einhverju leita að brynja okkur fyrir þessu og venjast þessu breyttu samfélagsgerð. Og síðan kannski í þriðja lagi að þá vil ég nefna að maður hefur tekið eftir því að stundum tekst kannski einhverjum aðila að svona aðeins að svona rjúfa þennan spíral sem verður og við sáum kannski dæmi bara það núna í vikunni þegar fyrirtæki í rauninni brást við kannski sko einhverju færslu sem að það hefði sjálfur sér alveg geta tekið óstindu, EPAL sem sagt, en maður sá allt í hún að þarna var tekin svona önnur nálgun á það og reynt að gera gott úr hlutunum sem ég held að allir höfðu svona svolítið gott af bara. Já, gaman af. Hafsteinn, kærar þakkir fyrir komuna. Við segjum þetta gott í bili og verðum hérna aftur að vikuleiðinni. Verið sæl.